það er rómantískt Já. en eitthvað svoleiðis á þennan hátt hvað kallið þið rómantískt? Skilgreininu rómantískt óvænt já, hvað heitir þetta? Óvænt gleði og hamingja svona sína væntum þykju óvænt takk, já. Ég síni væntum þykju á hverjum deg ég geri það líka, ég hef aldrei nokkuð tíma að laga með konuna mína Góðan og gullfallega daginn Halló Djöfulli gaman að sjá ykkur Nei, þig, alltaf þig Nei, þú Djöfulli Ef að þið kæra hlustendur myndið nú að bara sjá Birkir í fötum sem passa á hann Actually Hvað meinur þau? Ekki buxum sem eru 3 númerum og stór og ból sem að er alveg að við að rifna á þér sko Hvað meinar þau? Þú ert alltaf í einhverju skinny jeans eða ógæslega baggy pants Ég bara experimenta Þetta eru reynda bara regular Já, ég líka held ég Þú ert ekki ennþá búin að komast í þetta svona dad bod moment Nei, þú ert alltaf svona so tight like a tiger sko, ef maður er að work this body work this body maður verður að show off the body ef þú væri krydd þá væri þú Sporty Spice Sporty Spice ég væri chili eða ef þið væri krydd, hvað krydd væri þú Tröstur? Ég væri bara pizzakrydd góð blanda Davíð, hvað væri þú? Wow. Salt Já, það var það fyrsta sem ég dætti í hug sko. Það var eitthvað fyrsta sem ég dætti í hug Nei, ég væri örugglega eitthvað sem að einhver kaupir einu sinni fyrir einhvern einn rétt og notar aldrei aftur Þetta voru meðstök, bara nei, aldrei aftur Þetta hljóma svona eins og sítrónuextrakt Já, eitthvað svoleiðis Sítrónuextrakt, það er svona ógeðslega biturt og súrt og bara, ói, nei, ég vildi ekki Þetta er flott maður við erum ekki búin að hittast í 2 vikur þótt að það kom þáttur út þarna í senasta helgi The magic of editing Já, ég var smá hvað eftir ammalið ammalið-jammið þetta er búin að vera ógeðslega erfiða 2 vikur heima sko við vorum að jamma í 15 tíma ekki þú Davíð, you're fucking old fórst klukkan 7 eða eitthvað heimarinn Já, hann þurfti að fá fara hjá Daða Já, en veist prump það var prump Það var ekki foreldri mitt sem kom og sótti mig samt sko, ég bara Daði var í stólnum alveg bara heiga fullu bara, ég er bara þreytur þú ert fullur pabbi getur þið sótt mig shit sko en þetta var rosalega fyndið sko við drukkum hérna eins og þú segir sko 15 tíma og þegar maður er búin að drekka svona lengi þá fer maður náttúrulega í hetjumótus og maður er gjörsamlega ósigrandi þegar líður á kvöldið þannig að ég skellti með einhverjum 3G og T ofan í allan bjórinn sem ég drakk yfir daginn Þú drakst svo mikið bjór maður Ég drakk mér svo mikið bjór þannig að þegar ég vaknaði daginn eftir og notabenni, ég vaknaði yfirleitt mjög snemma eftir drykju þarna vaknaði klukkan sko 1 Þú hringir í mig Sæli kallinn, hvernig ertu? Ég er góður en þú Ég held að ég sé bara ennþá fullir Ég er bara, oh my god Og ég við hefum áfengismæli heima sem ég svona bles í 7 prómil 7 prómil Já 0,7 Já, 0,7 Já, ég ætla að vona það Ég var ekki dauður sko Ég var 0,7 Ég var fucking fullir ennþá En sko ef þú ert með áfengismæli búin að drekka svona mikið og deginum eftir þegar maður þarf að prumpa getur maður mælt sig þegar maður stýtur við rassin og prumpar Nei, þú þarft að ef þú prumpar nógu lengi Já, þetta þarf að gerast nógu lengi sko. En ég myndi ekki vilja vera Ég myndi ekki vilja vera næsti maður skilur við Já, nákvæmlega Næsti Þröstur
Do you smell something? Nei, veist, ég var svo andlega þunnur í veist, 4 daga eftir á. Ég var alveg þetta var hræðilegt. Þetta var gott partí. Já, en samt búin að vera erfitt jákvætt ár hjá mér, sko, til að byrja með. Ég verð að viðkenna það. Og svo veiktistu. Sér bara, veist, ég alveg, yes, ég er að batna. Oh no. Sér bara veiktist, ég er búin að vera kvefaður alla vikuna. Rosalega sinn. Hræðilegt. Það svona lengdi þinguna viku, sko, 2 vikur. Ég er alveg bara, ég ætla ekki að drekka meira. Not a chance. Not a chance. Ég er ekki pró eins og ég, sko. Pro. Just never stop. Já, nákvæmlega, það er galdurinn. Livrin alveg, please stop. Give us a break. Fighting for my life here. Davíð alveg kýla livrin. Shut up. Ow, my liver. Oh my god. Það er nákvæmlega þannig. Er það ekki hverju degi? Work, damn it. Nákvæmlega. Ég vil náttúrulega ekki með áfengismæli heima hjá mér, sko. Það er next level shit, sko. Það er vísbending á eitthvað, sko. Nei, þetta er bara svo gott að vera með sér í útilegum. Og það hefur maður fæði sér að drekka á laugardagskvöldi, sko. Áður maður keyrir í bæinn með, þú veist, tjaldvagn og allt þetta dýrleital. Tjekka sig. Alltaf að tjekka sig. Svo er þetta líka bara skátinn, sko. Já, og svo er þetta líka bara ógeðslega gaman á miði fyllir í að draga upp, hei, hver er fullastur? Og hann borgar reikningin. Gerum þetta næst þegar við förum út að borða. Já. Nei. Það er náttúrulega ekki búin að stoppa í nokkur ár. Fyrsti drykkur eigum að mæla okkur. Davíð alveg, no. Alveg, hvað er hæðsta prómil svona, sem að má fara upp í? Svo maður geti keyrt? Nei, bara sem að maður er legal drunk. Hvað er það mikið? Eitthvað prómil, eitthvað. Já, ég veit ekki. Ég ekki hugmynd. Ok, hvað er... Ég man ekki hvað... Við hvað deyrðu? Nennar að tjekka á því á Chat. Ég var alveg til að tjekka á þessu, sko. Verða að prófa að drekka og næst þegar við förum á jammið, einhver tíman í apríl eða eitthvað, eða mæ eða eitthvað, þá tekur mælið með. Ég er alveg til í það. Já, græfum þetta. Og við erum alltaf að tjekka, posta þér á netinu. Birgir er komin í 0,4. Það er bara what? Þetta væri ógeðslega gaman, já. Verið með bara bók með okkur og hérna bara skrifa niður. Nákvæmlega. Á klukkutíma fyrir klukkan 7, Davíð dauður. eins og Daði einhvern tíma hann fekk hérna sólsting alveg deluxe. Sko, hann var ekki vitund fullur en hann þurfti að leggja sér í sófann. Sko, þetta var í sumartímabili þegar ég tók hann að selfie með rassinum naktakörnum og hérna fólk að hlusta alveg what? That's a normal thing to do. Það var verið að stekja gaur og hann var í boratskílu og mér langaði taka selfie á rassinum á honum og ég fekk að gera það. Það sjálfsögur. Kona mín bara Birgir. Það voru allir og amma þeirra á Austurvelli þá. Þetta var geðveikt flottur dagur. Daði náttúrulega fer ekki út, sko. Hann fer ekki í sólina og við vorum hérna, við vorum í 5 mínútur og Daði sólsting, ég kom sólsting. Hann er svona vampíra, sko, má ekki verið lengi í sólinni. I'm melting. Daði er að hlusta á þetta og er bara you motherfuckers. Hann er svona í þar í sætinu. Strókar, hættu þessu. Þetta voru 4 tímar. Nei, þetta var hálftími. Þetta er komið út í kosmosin. Það getur ekki sagt neitt. Ertu með það? Þetta er fucking weird. Ég spurði og hérna ég fekk svar og svo hvarða og það kom allt inn í this content couldn't be shown for safety reasons. En ég spurði aftur nei, fuck, það fór aftur. Hann vill ekki tala við þig. 3,5 er orðið mjög hættulegt minni mig en 5 það var orðið banvænt. 5,0 5,0 Já, ég veit ekki alveg samt hvað þið tristu þessu. Það er rosalega hátt. Það gaf mér svarið, svo hvarða bara. Það er að reyna chattir að reyna að drepa því þú líka.
Er ég að deyja? Hérna svari, nope. Nei, you're fine. Það er annan. Það er Herru, síðan var Super Bowl helgina. Já. Senast helgi. Já, það var nú aldrei sauslinn. Hverju voru að keppa? Herru, Seahawks eða eitthvað? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Það er myndið að finna það er allir að býða eftir trailerunum, auglýsingunum og heftamsjónu. Já. Það er aðal Já. Þetta var í 4 klukkutíma eða eitthvað. Ég held að þið hafi spilað hálftíma. Já. Þetta er galið. Já, ég meina dýrustu auglýsingarna voru hvað $10 million eða eitthvað fyrir 30 sekundur eða eitthvað svona bull sko. Þetta eru klikkaði peningar í þessu. Já, rosalega peningar. En ég var einmitt að skoða einmitt trailerina. Það hefur verið í gegnum árin í Super Bowl. Já, svona bíómyndatrailerar. Já, geggja, maður er búin að vera spenntur að sjá ekkert núna. 3 teiknimyndir, maður er eitthvað bara mjög lélegt. Já. En hann Charlie Puth, hann söng Já, haldur hann. hann söng Davíð skoða klám. Nei. Já, þetta var mjög flott. Það var hrikalega flott. Og sko í lokin kamerumaðurinn, Já. hvernig hann sko fór niður og síðan kom flugvélin og hann hendaði, veist þetta, trublaðslega flott. Hvernig getið þið verið með flugvélarnar og bara æft þetta? Þið bara skilið ekki. Þetta eru menn sem hafa gert þetta sko endalaust. Þetta er annar level sko. Já, allir bara, flugvélarnar eru að koma upp með þetta. Já. Þetta er bara, ég skil ekki hvernig þetta er hægt. Þetta heitir skipulagning. Skipulagning, það sem ADHD menn get ekki. Já, nákvæmlega. Birgir, hvað er þetta? Ég veit það ekki. Skoða henni stelp út í salnum. Ég fann fíðrildi. Já. Squirrel. Það var svolítið ég sko. Já. Svona artpísaleg. Pínu vandræðileg því að það var eitthvað svona samantekt á DFF minni mig eða eitthvað með allar auglýsingarnar og ég skrólaði í gegnum það og þau veist fullt af eitthvað svona macho auglýsingum og eitthvað svoleiðis og svo kom alveg 3 auglýsingar þar sem maður svona fekk alveg svona pínu társkiluru og það var allt bjórauglýsingar, tók ég eftir. Já. Það var þarna allavega hjá mér, skiluru. Yes, on a Sunday morning when the sun sets, open a cold brewski with your family. Og Davíð The American way, the Bud way. Nákvæmlega, akkurat þannig. Og Davíð alveg America stendur upp maður með hendina á hjartanu og tár í auga. Já, nákvæmlega, konaðinn bara sestu niður. Just speaks to me, man. Já. Og Davíð stendur hann í wife beater bólnu með blettin á sig. Sinnefsblettin alveg, já. Ég sé þetta alveg fyrir mér sko. Í nærbuxunum. Já, einu sem vantar porn stashit. Já, akkurat. Já, nei, hann er með bjórinn alltaf á því við svona bunkanum. Já, bara á sófaborðinu. Já, það er hliðarborðið. Já, gamli Playboy stakk. Höstler blöð frá 1987. Vá, hvað þið miskildi mig. Ég sagði porn stash. Já, ég var að skegga þetta. Þeir eru miklu grautar. Ég er alveg porn stash. Börtur Reynolds skeggin. Já, Börtur Reynolds. Það kom svo miskilinn. Það var gaur sem hljóp hann beru ofan út af völlin í leiknum. Herru, hann eyddi $50,000 í miðan sinn. Jesus Christ. Og flugið og eitthvað svona til að komast þetta, til að vera fremst, en hann veðjaði á að einhver myndi hlaupa inn í þessum leikluta inn á og hann græddi $500,000. Oh my god. En svo fær hann sekt. Já, hann var með sektinu, bailoutinu hjá sér og miðanum allt, þá var hann samt í sko svo miklum plús. Já. En hann fær ekki fara aftur inn á NFL. Nei, vantanlega. Ég var í syndandi peningu. I don't care. Já, nákvæmlega. Þetta er svo sniðugt. Þetta er bara geðveið sniðugt. Getum við gert þetta á einhverju fótboltavelli eða eitthvað? Já, þú mátt alveg gera það. Þróttur FH eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Ógeðslega kall hlaupandi allir alveg
Is that a girl? or a man? Mjög loðinn Kallt út Ég veit, þetta gerði starfræðina $50,000 eru 6.110.000 Já, þannig að þetta eru 61 miljón sem hann fekk það er mjög fyrir smá sprett 61 miljón íslenskar krónur Þetta er bara best borgaðasti spretturinn ever Það lítur að vera Geggjað sko Þannig að, Ég finnst þetta töff Þetta er töff Já. En halftime showið Já, Bad Bunny Fucking ömulegu tónlistamæður Ég hef ekki heyrt glatað. eitt einasta lag með honum Það einasta sem ég hef heyrt er þetta halftime show Já. Og það var hræðilegt Já. Það var gössanlega ömulegt Vildur þú frekar hlusta á Kid Rock, Mæma hérna, Já, miklu frekar þá, og Billy Blunder og Barry Birdie og eitthvað Hvað heitir þetta hérna félag, hérna Charlie Kirk félagið hérna, Turning Point USA. Já, þeir voru með halftime show sitt og það voru einhver 5-6 miljónum mann sem voru túna inn á það og það var Mér fannst það umulegt Já. Það var alveg ekki gott Nei. En náttúrulega Bad Bunny er hvað mest strímaði Spotify Já. artist í 5 ári röð Í alvörunni? Hvernig getur það verið? Ég hafði ekki heyrt hann fyrir árið síðan Hann er svo vinsæll Ég þarf að byrja að hlusta á hann Já, Keep up with the young people ég er sko ekkert disrespect á hann skilur hann er ábyggilega frábær tónlistamæður en Hann er það ég ekki. hef aldrei þú veist, já, svo er það bara misjafn smekkur fólks Einu sem ég heyrði var Marley Hvað er hann að segja? Tequila, sombrero Cerveza No comprende Mér fannst reynda fínt að sjá Jessica Alba í bakgrunninum sko Var hún á það? Já, hún var Pedro Pascal var þarna Cardi B og eitthvað svona Ok Já, en ég þarf að kíkja á hann Já. En hvað er besta halftime showið í NFL? Munið eftir einhverju? Sko Var hérna Náttúrulega hann Michael Jackson Hann var náttúrulega bara þegar Hann mætti á jetpacki, var það ekki? Jú. Já, veistu Var það ekki þar? Mann þetta ekki, hann kemur upp og var leið Já. og stendur hann í einhverjum 5 mínútur og allir Já. bara Michael Jackson Já. og hérna only if you know og hann gerir þetta viljandi Hann bara byrjar ekkert fyrir en ég gef merki Nákvæmlega og það er flott að vera hann sko. var með 133 miljónir áhörenda Bad Bunny slóða með 135 núna Já, er það? Já, mest Michael Jackson átti ennþá metið þannig til núna Já, já, hann er síðan, það er fullt af vondum hann sem er búin að vera sko Já Var það halftime show þegar Janet Jackson og hann Já tók af hann brjóst og það var halftime show Búningabillunin Það voru, nexli það, fólk var bara það sást nipla Nei, það sást ekki nipla Jú, út af því að það er sem sagt hringurinn var með sól í kring og niplan var í miðjunni Það var svolítið Kíkta á þetta aftur Ég var alltaf alveg passa Já, bandaríkjumenn er bara leið og sést boob banana átján maður eitthvað bara en brjóstinn á kallmönnum já eða drepa eitthvað ekkert mál og bara leið og sést fokk eða brjóst nope, R-rated maður eitthvað bara Jesus Christ Mátt segja fokk einu sinni í bíómynd já nákvæmlega Var það ekki málið? Ef það fyrir oftar þá voru færðu aðra rating Já, jú, þetta var í Guardians of the Galaxy 3 þá mátti hann segja einu sinni Get in the fucking car eina F-bomban sem var í Marvel F-bomban Það var náttúrulega Snoop Dogg og Eminem og Dr. Dre það var heldur töff Var ekki hitti fyrir það? Ég held að það hafi verið hitti fyrir það Það var mjög flott sko Ég var alveg sáttu við það og mér fannst að allir eru að tala Rihanna var mjög góð þegar hún var ólétt í rauðu Já, maður ekki Nei Mér fannst Coldplay mjög góðir sko fyrir 10 árum Þið finnst alltaf Coldplay góðir Já, þeir eru svo geggjaðir Coldplay hóra Oh my god Hörru, síðan er náttúrulega Valentine's Day núna bara Já Nei
Í dag Já, í dag Bráðum, Ég var bara Núna þegar við erum að taka upp er Valentínusardagur Bráðum Ég var bara, já, bráðum veist. Það í dag Eru þið romantískir eða? Nei Það er bara brosti bara, nei Kona mín getur svo 100% staðfesta En þú? Ég get verið ansið romantískur bara ekki á svona fyrirfram ákveðnum dögum Já Ég hata fyrirfram ákveðna daga Já, mér finnst þetta svo eitthvað forced sérstaklega Algjörlega. hérna á Íslandi sko að núna af hverju, þetta er svo mikið kapitalist dæmi að Þetta er bara amirist bullshit Já, Líka, hérna, já, verður að kaupa hérna bánsan með hjartanu til konunar og súkkulaði hjarta hérna, já, konfektið og margalega herri. Og hvar er mitt súkkulaði? Mína rósir Aha. og minn bánsi Nei, þú átt að gera þetta fyrir konuna þína Já, en það er alltaf bara, nei, kallmenn eiga að gera þetta fyrir konuna Hvað með okkur? Ég veit það. Kallmenn ég veit það Sko, ég var rosa romantískur Ég orðin romantískur á annan hátt Ok, En ég Býtu, hvað hátt? Nú er ég forvitin leifir henni að fá það á stundum Nei Nei, ok Wow Kemur við ekki til greina Nei, ég fer með kaffi á mótnana hvernig minnist á manni Það er romantíst Já, En eitthvað svoleiðis Hvernig á þennan hátt já Hvað kallið þið romantíst? Skilgrinni romantíst Óvænt Já Hvað heitir þetta? Óvænt gleði og hamingja Svona sína væntum þykju og óvænt Já, Takk, já Já, ég síni væntu þykja á hverjum deg já. Ég geri það líka, ég hef aldrei nokkuð tíma að laga með konuna mína Setaðu mig Ég gera Það líka er mjög rómantískt Já, Ég var romantískur í hitti fyrir ég tók úr þóttavélinni já sko Já, þið eru góðir maður Já Hvað er okkar súkkulaði? Sko, eitt skil Ég er að grínast hættu þessu Sko, kona mín þólir ekki svona commercial romantík Já, sko. akkurat Þegar við vorum yngri og við vorum ekki komið börn eða eitt og það var búin að vera brjálega að gera í vinnunni hjá henni alveg brjála, ég var komin heim og ég gaf sendið hérna rósablöð og gólfið og svona held í bað kert á ljós út allt maður og ég held ok, nú þetta verður geggjað hún kemur heim lappar Blést á burti sko blés á kertin og sér bara riksi og tók hérna tapanu baðinu ég alveg, hún alveg mér langar ekki í bað akkurat núna ég alveg velkomin heim og það bara that killed it ég var eitthvað bara, já, veistu, ég ætla að gera eitthvað og hún var bara, nei, ég er ekki stuðið fyrir svona Vá þetta var bara Það og ég var alveg, ok Já, ég sendi nú eitthvað snapp á ykkur konu mín gerði með deilinu tilbúið bað fyrir mig og þú veist, setti ristavélina við hliðin á baðinu og allt saman Það var mjög romantískt Fékkstu lúp? Nei, reyndar ekki Nei, ok, okkur er ristavél you know Ég skal stingin í samband fyrir þig, far þú bara í bað Geðveikt romantískt Mjög romantískt Jesus Christ That's why you don't beat her Nákvæmlega Happy marriage Já, það er bara flott í apvægi þarna Þetta er einmitt í kvikmyndum, svona romantíks kvikmyndum, það er einmitt þetta veist, alveg, hérna, rósirnar og einmitt Svona óvænt sýning á Það er ekki óvænt af því að þetta er Valentínusardagur Já, einmitt Það búa á fólk bara að gera ráð fyrir þessu Já, en man er kennt þetta í kvikmyndum Ég veit það að vera svona romantískt Já, Tíst já Já Move on You cannot say that Það þekkir mig svo vel bara já akkurat Það ekki leiður í þetta Nei, ég gefst Nei, veist Þú fór að gráta Já
Já, ég mitt búin að vera nokkru sinnum gert svona við Þórinu og hún kom með eitthvað rósir og hún eitthvað bara þetta arfi sem deyr Já, maður ekki alveg, ok ég þarf að gera eitthvað annað here's some chocolate núna ég bara fítar sko já gefur að borða já, þetta er ekki romantist borða meira Nei, kona mín, hún elskar þegar ég byrja að gera eitthvað svona mjög óvænt þá, þú veist, kem ég með blóm og kem ég með, þú veist, elda allt í hennu eitthvað rosa góða mat og býð fjölskyldinu í kvöldmat eða eitthvað og hún bara, æðislegt já, ídislegt þetta er bara norm heima, þetta er ekki einu svona romantist lengur heima sko Nei. já, síðan það ef það er eitthvað romantist og síðan gerir maður á hverjum degi Já, þá er það bara normal akkurat, þá Er það ekki? Jú, já, nákvæmlega já maður þarf að segja henni upp til að Nei, þú ert að hætta að gefa henni kaffi á mótana nei, vá Gefa henni bara decaf eða te eða eitthvað sko, ég ger alltaf latti með vanilum mótana Ok, og svona eitthvað sem var hún daginn bara ég vil taka kaloríur út það var bara með svart kaffi og ég var bara, ertu að hætta með mér eða? ég var shocked bara, what? okkur þetta hugsa heilsuna þú hýttur að vera að hætta með mér já, nákvæmlega jú, Kemur ekkert annað til greina það kemur ekkert annað til greina. Nei. Nei, hvað gerist meira í þessari viku? Og Ólympíuleikarnir já, ymmit, Ólympíuleikarnir Talandi Snoop Dogg, hann er aðalgæinn í Ólympíuleikunum í núna? vetur-Ólympíuleikunum hann náttúrulega er alltaf á staðnum hann var að sumar í Ólympíuleikunum já, með promóta. með stóra jointið Já, akkurat, og núna er hann mættur á vetur-Ólympíuleikunum í alvöru? Já, Hann stiður alltaf svo vel hann er svo mikil stjarnar sko Já, hann er svo mikil töffari það er bara, já, ég elska að sjá hann þarna sko og wow slaka á þetta var fyrir Snoop Dogg, ég voru að taka hérna af smá hit ég vissi ekki að Snoop Dogg var eða Jú, ég sá myndband á honum hitta Stanley Tucci á einhverjum bar hérna ok, nice hann er hann líka hvað varst þú að gera? Ég bara var aðeins að servera Snoop Dogg og Stanley Tucci shit akkurat en ég er ekkert búin að fylgjast með Ólympíuleikunum Nei, ég er voða lítið En- Það heyrði náttúrulega ég heyrði eitt Já, hérna Svíþjóð já, að fólk að segja hvað þetta var ósanngjarnt það varu bara hvítir frá Svíþjóði að keppa nei ég var bara í alvöru bara En það eru bara svartir frá Ghana að keppa já, ég veit það veist, þetta Hvað rugl er þetta? ég var líka bara að hugsa með mig bara í alvöru Nákvæmlega og Jamaican bobsled team já, Hvað með þá? Já, hann var nú hvítu þjálfari Nú, já, ok, ok ok En já, það er já, það var nú góð mynd maður Já, frábær mynd Gekkið Sanka, you dead? Já, man what are you smoking? I'm not smoking, I'm breathing Fucking classic, maður já. Nei, Nei, svo náttúrulega, hver var það sem að við kendi í björnýðstíka hafa haldið fram hjá kærustunni sinni og eitthvað? Já. Það var eitthvað normaður eða eitthvað? Nei, hvað það var ekki Íslendingur Var það Nei, Íslendingur? nei, nei, Hann nei. heitir eitthvað Einar eða eitthvað, ógeðslega íslenskt nafn en ég held að það hafi verið normaður eða eitthvað þetta var normal minnum Já. mig og hann er mynd alveg bara ég með langar að fá þig aftur ég held framhjá hérna í vikunni marga bara í alvöru Akkurat. þú lendir í 3. sæti og fórst að gráta Já. og varst að viðkenna fyrir öllum og þú hélst framhjá Heiminum já gellan bara eitthvað Já, ég ætla að fá hann tilbaka einmitt glætan Já, maður væri mitt bara hérna byrjir medalja Þórun bara eitthvað þið væru bara í alvöru dude Time and a place, sko Það er bara, já, og svo náttúrulega þetta nefndin sem sér að kanna hvort það fólk sé að dópa eða ekki hefur ekki undan með gæjana sem er að sprauta ykkur í síru í tipplingin á sér já, herðu til þess að geta flogið lengra í skíðastökki já Hvað er það? og það, þú ert skannaður til að vera með búningin alveg þéttan Já. og hver einasti sentimeter á búningnum skiptir máli fyrir flugið svo þeir eru að dæla í titlingin á sér til að hafa hann stærri í einhverja, veist, nokkra vikur eða eitthvað Já, og þá fær hann aðeins stærri sig hérna í klófinu
búningin og þú getur flogið aðeins meira hvað er að vera Kalli Birgir, hvað er það að gera aðeins svona líka bara sprauta í titlingin sko. Hvers bara fyrir fucking stökk nei takk þannig að núna dopingnefndin bara ok, þetta hvergi reglunum en þetta samt sko, við verðum að setja stopp eitthvað þú veist mikið af fólki þessari nefnd bara what the fuck nákvæmlega líka alveg er þetta your real dick já, eða akkurat Hvað gera konurnar í skíðastokkinu? þær bara Hvað sprauta þær? silikon, brjóstin Já eða ég veit það ekki myndi það hjálpa eða ekki hjálpa verðum við stærri brjóst nei, ég veit það ekki Stærri rass? ég meina myndi Daði fljúa lengra en við allir sorry Daði hvað svona sekund á þögt það vildi ekki hlæja nei, þetta var illa sagt Oh my god þetta er að því að Daði er svo stór tippi bara þess vegna sem ég sagði Nú er hann að heima Fuck you guys fáum skilabóð hana 100% síðan náttúrulega í vikunum var líka ég var að senda á okkur hérna í gær og í dag hérna kínverst AI var að koma út með sitt og það öll önnur AI sem sagt their stock bara hrundi þetta er svo ógeðslega gott hlutabrifin þeirra ég sá þarna þegar Robocop og Terminator var að slást þetta er búin að vera draumur minn að sjá það geggjað, bara ég langaði meira ég fá bara heila bíómynd en þetta er scary sko. þetta er raunverulegt ég meina þið sjáu hvað þú veist þegar maður blaði gegnum Instagram eða eitthvað og svo koma eitthvað brjóstabombur hérna fram og svo bara hæ ég er á ströndinni bla 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 og svo er þetta bara allt saman AI þetta er orðið svo hættulega raunverulegt ég veit það, maður sér munin minna og minna á hverjum degi finnst mér þegar þetta poppar upp á TikTok og Instagram og eitthvað svona bara ég er ekki alveg viss lengur nei maður er ekkert viss það er fucking scary og það er bara eitthvað gæi í kjallaranum heima hjá sér að dunda sér skilur já, hann er með sko svona 50 akkánta og hann bara þessi er svona ljósar og þessi er svona dög og síðan bara hann bara posta þessu og bara miljónir bara inn, hann bara eitthvað nákvæmlega, bara svo sveittur gaur í kjallaranum ef ég væri einmitt heima bara vinn við þetta og allir bara hérna við Þórunni hvað vinnur kallinn hann er ruslakall hún myndi aldrei þóra að veiðikenna að hann væri einhver pervert út í gerfigreindar svona thirst trap eitthvað síðan er gerfigreindin farin líka að sko herma eftir gömlu Vaffa-OS myndböndum sko. já, ég sé það og það fer rosalega í töðunar mér og þegar ég horfa á þetta svona einu sinni þú veist mörgja sem labba eitthvað staðar og goggar í eitthvað gauri eða eitthvað þú veist til dæmis og maður bara horfur á þetta, býttu mörgir og síðan horfur maður á þetta, nei það er eitthvað að þessu og svo horfur maður í þriðaskipti þetta er AI og þá er maður búin að horfa þrisvar á þetta helvitis kjaftaði og þetta er sama þegar gera eins og þetta er svona hérna öryggismyndavélar að það sé eitthvað svona og núna er komin body cams frá hérna lögreglumönnum og allir bara hérna, löggan er ógeðsleg bara, þetta er AI bara hræðilegt við erum að fara út í eitthvað, ég veit ekki hvað ég veit og fyrir hálf ára síðan þá hlómaði bara fólki sem að trúði þessu en núna í dag þá bara 6 mánuðum seinna þá var bara, fucking shit, þetta er scary sko þetta er mjög trist ekki neinu og heyrðið þið gerfigreind bjóð til sin eigin samfélagsmiðl nei jú ég er ekki búin að dýpdæfa þetta þannig ekki taka með það lífið fólk en einhverju gerfigreinda forrit ef fleiri neitt byggu, ef ég mani þetta rétt byggu sem sagt til eitthvað svona social network dæmi og eru bara búin að búa til sitt eigið tungumál og allt saman og eru bara eitthvað að tala saman þar og þetta er bara eitthvað svona einhverju bottar bara let's kill all humans nákvæmlega, hvað veitum við hvað það verið að tala þeir náttúrulega leið og kennir einu AI þá er allt annað komið þetta er bara á sekundu þetta er rosalegt já, ég veit það var eitthvað, hvað var það í Kína það er robot sem er að þrýfa almenningsklósettin bara með gerfigreind með myndavél og var eitthvað leið they're taking our jobs do you want this job? Nei þrýfa klósett í Kína nei takk kannski ekki það stað það er svo oft alveg bara taka vinnuna nákvæmlega ég hlusta á viðtal við eitthvað svona Godfather of AI eitthvað
og spyrillin spyr sem sagt bara ok, þú átt börn, hvaða starf ert að ráðleggja þeim að fara í eða hvaða nám og eitthvað svona bara pípari, rafvirki eitthvað svoleiðis það var eftir enda slengst Elon Musk sagði að það tilgangslist að fara að læra lækni, skurðlækni því það tekur 10 ár eða eitthvað plus og eftir 10 ár þá allir róbótar bara það gera flóknustu aðgerðina, það ok, þú vill læra eitthvað svona ummönnun eða eitthvað svoleiðis því að fólk myndi örugglega vilja fá fólk í kringu sig til að sjá það en viðkvæmar aðgerðir og svona það verður allt saman vélmenni og gervigreind Til dæmis eins og ef við ferðum uppskurð það vélmenni sem gerir það en það konur læknir eða eitthvað sem svona aðeins að fínpússa en það róbótar sem fara inn okkur konulæknir ég verið meitt fastur þar líka sko konulæknir eða eitthvað ég vil ekki láta taka mig lífið segja bara kallmaður getur sagt bara læknir það já, þú meinar gender neutral sko en ok konulæknir og okkur mátt ekki vera konulæknir það má alveg vera konulæknir okkur er þetta ekki bara læknir okkur mátt ekki vera konulæknir strákar jú, ok en þá þarf þetta líka að vera kallalæknir já þeir eru líka perrklámir Did I say something wrong? You were cancelled Ekki sjens Það er ekki hægt Uncancelable Ég útöðulega Nei, já, þetta scary þróun ég alveg samlega því og ég sjálfur bara farin að svona strá fræjum hjá börnunum mínum bara, rafvirkjar eru bara með felviti fín laun sko og þú veist þeir eru bara mjög góð laun akkurat Nei, þetta er það sem ég er búin að vera að segja hérna, og tengdi pabbi líka, hann er rosalega mikið að lesa útlenska fréttir og fylgjast með að hafa iðngrein samhliða stúdentsprófinu eða háskólaprófinu skiptir sköpum það skiptir mjög miklu sköpum 100% sko stórum sköpum litlum sköpum svona feitum sköpum Það er að ríða feitum við hesti eða? Ég ætla ekki einu svona að taka þátt í White pussy, hairy pussy, yellow pussy Apple pie pussy Cheech and Chong Þetta var Cheech Marin Þetta var í Dustin Dawn From Dust Till Dawn Fólk sem veit ekki bara hvað eru þeir að segja Þetta er úr bíómynd Herru, ég baði ykkur að svona rétt í lokin og það valentínsdagur út af því að það var valentínsdagur já. Mér langaði að gera svona eitthvað sérstakt, svona ástarskilabóð til hvers annan já. Ég var ekki lengi að því þegar ég lagði á, þá komum við að blaða 2 mínútur senna Það er svo við Mitt er ekkert langt sko. Ekki mitt heldur Hver vill byrja? Hver vill enda? Ég skal enda, þú byrjar Ég skal byrja, ég er til Davís Okay. Ég er til Davís Þetta er Valentínusar ástarbréf Ég mun láta eitthvað svona romantískt Nú mun ég róðna maður Ok, láttu þetta dynja á hann Þú fær sem sagt rós og vönd frá mér og í skilabóðunum frá mér Elsku rauðharða nóðboltinn minn Hlakka til að sjá þig og láta þig gleypa mig eins og þú gleypir bjórana þína á hverjum degi Þú ert svo sexy Þú mátt Þegar maður sjá Þegar þú ferð úr að ofan og bumban þín floppar út og litla tippið þitt kýtlar á mér raskinnarnar það hendar mér því ég höndl ekki svona stóran það litla tippið nailed it hlakka til að sjá loðna rauðharða rassið hann er minn í kvöld þinn Valentínusar maður Birgir Þetta var þú alveg neldir þetta sko Oh my god, hvað þetta var óþægilegt Þetta var mjög óþægilegt Nei, hvað, þetta er bara ástíðna sko. Já, ok Þá skal ég koma það Þröstur, réttu mér hendina þína Oh my god Oh my god, við erum haldast í hendur Elsku fallegi þrastarungin minn
Gleðilegan dag Valentínusar. Já, takk. Þú ert það besta sem hefur komið fyrir mig eftir slysið þar sem ég misti minnið. En getur þið please hætt að kalla það innan gæsalappa að mikrodósa Davíð þegar við sofum saman. Þetta er genatengt og ég get ekkert breytt stærðina á honum. Elska þig, þinn Davíð. Takk fyrir Oh my god, þetta var gott Þetta var algjör snill Þröstu, þú ert til mín. Viltu að ég klæði mig úr að neðan? Já, meðan. Já, meðan Davíð alveg, no. Ég myndi gefa þið sko vönd af páskaliljum Páskaliljum. Já, páskaliljum Nei, út af því að það er ekki páskaliljum en þú út af því að það er bara laukar núna sko, þú setja jörðina núna Þannig að þú fengir vönd af laukum. Þarf ég að vinna fyrir þessu? Þarf ég að gróðusetja þá? Nei, látið börnunum það Nei, þú veist, það er nefnir því Ok, þetta byrjar ágætlega. Ég þarf að vinna fyrir blómunum mínum. Já. Þetta er ok Byrði, ég ætla að fara úr Oh my god Sko Í kortinu stendur Elsku Birgir Gleðilegan Valentínusdag Þú veist að þú ert alltaf stjarnan mín Hvort sem það er stjarna himninum eða brúna stjarnan Þegar þú brosir lýsir upp heiminn og ég tek mynd að þér og sendi til Colgate til þess að láta rannsaka Is this normal? Ég er svo þakkláttur að vera í þínu lífi og þú í mínu Hvenær eigum að fá hitmenn á konurna okkar Já What a dark Love Þrösturinn Við skulum hérna ráða Davíð til að vera hitmenn. Já, I'll do it Oh, shit wow. Já, takk fyrir fallið skilabóð. Já, bara það sem að við lærðum að þessu er að ég er með lítið tipikrænilega kom bæði frá Birki og sjálfum mér Þetta er, veistu, úr rautt raskat. Já, akkurat Hárautt rautt raskat. Sem er mitt í kvöld. Akkurat Þessi mynd situr eftir í huga hlustenda núna. Já, akkurat þegar við erum enda þegar við Takk fyrir daginn. Takk fyrir Gleðilegan Valentínusdag. Gleðilegan Valentínusdag. Bye.